Já, Vá. fínt já sæll. Já, fínt, já, sæll. Maður stætti því. En það er náttúrulega pældi, er það alltaf þessi, Já, fínt, já, sæll. elst lifandi... Það er að gleyma þig. Já, það verður spes. Vókað er gott sem þú varst að segja. Vókað varst það gott sem þú varst að Nei, segja. ég er búin að pæla alltaf þessi elsti frasi bara sem við höfum bara notum í dag. Já, fínt, já, sæll. Já, af því ég Já. notum alveg mikið, sko. Býta, núna, pæling, gamlir frasar. Mm, Gamlir frasar. já, Gamlir frasar. ekki er einn bara á stök. Nei. Já, það eru málsættir. Já, Ekki er einn bara á stök. já, kannski. Hvort koma undan með Túborg? Ég er með þetta. Þetta Já, er já. geðveikt dæmi. Eða nætuvættin. Nætuöttin? Já, það. Já. Ok. Nætuöttin er sko 2009 eða eitthvað. Já. Það er alveg old, sko. Já. Það eru, 17 ár? Samt á, heyrðu, Latti og þessi dút reyndar. sama í hérna spöggstofunni. Já. Þeir voru alveg hérna funny, comedy. Já, ég er aðalega pæli svona sem maður bara notar mjög reglulega. Já. Ég noti þetta mjög reglulega. Já, fínt, já, sæll. Nei, kannski ekki alveg, en bara Það já, er sæll. ekki rétt hjá þér. Já, sæll. Já, bara svona- Já, sæll. Já, sæll. Ég vinn í Bólholti Já, sem er hliðin á Brauð og Kó Já. sem er í gamla húsinu sem nætuvættin er í. fyrir aftan. Já, fyrir aftan það. Já, já. Og hérna, og ég er alltaf að labba hann inn. Mhm. Hafið þið mögulega, vitið þið hvað gerðist hér? Já. Stoppa, sem hafið þið einhverja hugmynd hvað átti sér stað hér inni? Einmitt. Alltaf þetta sé bara svona... Hver síðan með ræðu og svo klappa allir. Alltaf þetta sé eins og hérna... hann staður í Nýjasólandi með Lord of the Rings. Fyrir okkur. Já, 100%. Þetta er svona huge staður. Já, bara túristanir mæta hana. Pælst þetta í, þetta var tekið upp á nóttunni. Já, og bara eitthvað sko 2 vikur. Já. Þetta er svo gott stöf. Sko. Bara svo frábært stöf. Ég bara mæli svo með þeir sem að eiga eftir að horfa á þetta aftur. Þú veist, þetta er insane. Pældi ég eigið inni. Já, það. Bara ég hef aldrei séð nætuvættina. Bara hvar varst þú? Fældi því þessi dyrkli hvað fáir sem að hafa einmitt ekki hort á nætuvættina. Já, mjög. Ég held að sé mjög fáir. Já. Bara ekki ein manneski. Ég vona ekki. Nei, ekki held. Það eru svona dörgleikur, þú veist, þessi Maron Birnir og Elvar, eitthvað, þú Já, veist, já, þessi true. dudes sem er að koma og sem er að, þú veist, eru Matrix-aðir, úr hérna Tónhill, skilur, Það er þetta hárrétt. eru púpaðir inn í eggi í Tónhill, formóður eitthvað, kúka eitthvað shit með þeim. Búið til listamenn. Já, þú veist, láta það velja pillu, Já. þú veist, hérna, Rauðu eða blá. já, þeir hafa örugglega ekki séð. Matrix. Nei, nætuvættina. Já. Nei, Matrix. 100% ekki, sko. Nei. En ég, sko, svo er annað, ég var að horfa á dagvættinu daginn. Já. Mér finnst hún svo vannmetinn, sko. Já. Af því þú veist, maður horfir alltaf og talar alltaf bara nætuvættina. Horfir Já, aftur á hana og svona. Já, sko, gufuatrið þegar hann er í gufu á barnum. Já. Selja Selja hérna farandgufu. Já. Hvar? Svo gott. Svo kom einn besta setning sem ég hirti í sjónvarpið. Hvar ertu með limið, Ólafur? Fuck, þetta er gott. Já, ég elsku þetta. Herru, hérna, við erum með þátt, sko, í dag annað, heldur en þetta. Já. En mér langar að byrja á einu hérna. Ítalíuferðina mína. Já, Ítalíuferðin. Hérna, áður við fyrir þangað, þá mér langar með að byrja á einu bara að næsti þáttur hjá Vákæklaður verður furðulegur. Svolítið spennandi. Verður virkilega furðulegur og öðruvísi. Hérna, þú verður í útlöndum. Þannig að ég er að fara að bjóða 4 frambjóðendum hérna í heimsókn til mín í ákveðnar pallborðsumræður. Heldur Pétur. Sem sagt sveitafélagskosningarnar. Heitir þetta ekki það? Jú. Já. Ég er náttúrulega má að gera með það. Þú ert nefnilega hlutdrægur. Já. Þú veist, þetta var mjög flókið. Mér langaði að gera þátt og síðan bara the stars align. Ferð þú til útlanda. Þá náttúrulega get ég hoppa á þetta. Það var góð hugmynd hjá þér. Ekki? Jú, af því við vorum í einhver vandræðum, af því við áttum inni eftir að taka upp og hugsaðum, eða þú hugsaðir að ég er stoltur að þér. Ég hugsaði. Já, ég ætla að segja við. Já, nei, ég hugsaði. Ég sá Facebook status og ég fór í kvatvísina og ég sendi alls konar skilaboð. Þú ert nefnilega ekkert vitlýsingur, sko. Nei, maður er ekkert heimskur. Maður leynir á sér. Já. Nei, en mér langaði bara að láta ykkur vita því að næsti þáttur verður mjög skrítinn og hérna, ég er mjög spenntur fyrir honum af því að hérna, þau eru öll drullu stressuð. Já, æðlilega. Bara svo þessi sagt, sko. Já, en þeir eru ekkert að koma til, þú veist, Stefán Einars sem getur bara rætt við á þeirra máli, sko. Kominu. Þú veist, þú ert bara að fara að ræða við á trúðahátt, sko. Nei. Sem þú ert. Nei. Ég ætla að fara í málefnilega umræðu.
Ég er að fara í málefnilega Hvað þróunarreitina? Já, þróunarreitinir við ætlum að finna út úr við ætlum að komast að þessu við ætlum að slást Finna hver kattamáningin Já, finna kattamáningin Nei, hérna það er bara mystery Það er bara óleyst ráðgáta í Hveragerði Það var eins og gaur að drepa ketti með blásýru Fisk Nei, með blásýru Nei, með hérna Frostlög Blásýra væri insane Já, það er full gróft sko. Bara steindrepa ketti Nei, hérna Það er samt örgulega betra en hvernig deyja sko að því að þú veist svona frostlög gera það bara veika í einhver tíma svo deyja þér Já, meinar Koma bara heim og eru bara fucking out of this world Af hverju veistu svona mikið þetta? Ég bara hef heyrt sögur sko Já, ok Ég er ekki hérna The cat killer sko Nei Mér langar svo bösta Já, finnum hann Náum hann Mér er alltaf höfum gert hver er Hugo Nákvæmlega Hlýtur einhver að vita meira Já, ánkveðins Someone knows something Það er ekki bara einn gaur sem veit allt þetta alls ekki sko Nei En hérna, ef að þið eru með eitthvað svona pælingar varandi stjórnmál og getið hjálpa mér með næsta þátt af því ég verð einn í þættinum ég er ekki með neitt til þess að baka mig upp þannig að mér vantar hlustendur til þess að annarkvort senda mig bara svona pælingar varandi bara svona þú veist, þið þurfi ekki að vera frá Hveragerði bara sveitastjórnarkosningapælingar eitthvað svona til þess að móti eitthvað skoðun ef að þessi þáttur kannski hjálpa þessi þáttur ykkur að móti eitthvað skoðun í ykkar bæjarfélagi gæti gæst Ég er búin að horfa á hana það er búin að vera hérna svona pallbólsumræður eða svona á rúf Já. Ég er búin að horfa á það, þetta er svolítið gaman sko Já, þú ert alltaf í 7. sæti Jó Þetta er gaman Nei, sko máli er Mér finnst sko eins og þetta er til dæmis að var á Akranesi Nú er ég að horfa á það hérna á rúf og eitt góður drengur sem ég þekki er þarna í oddvitasæti og þetta var allt og friendly Já, ég veit Það var allir bara, við ætlum bara að gera þetta besta bæjarfélaginu Hei Það var enginn að rífast Nei, mitt Það var enginn sem kom eitthvað reyndar Question og ekki einu sinni Það var allt bara eitthvað svona, já Ég held að vera ekki þannig Sammála síðasta ræðmanni, sko bara gæti ekki verið með sammála Það vil ekki bara vera saman í liði Einmitt, akkur er að klása Hvað er að gera? Allir saman Einmitt Hvað er að gera hérna? Ætla það er þið besta bæjarfélag á landinu Hvað, Akranes? Nei, svona bæjarfélag sem að allir myndu bara, þú veist, af því að þú pælir í þessu ef allir myndu bara í sig vera samstíða Loksins Já Og hvað var í skrítið Núna stöndum við saman Já, allt í hennu bara allur hatur farinn Já, bara vakna allir og er bara, hei, ég nenni þess ekki Ég nenni ekki vera svona mikið á móti Já, ég er bara sammálaður Svo lengi sem það er ekki bara eitthvað herri, ég ætla að taka upp döðar af sig Já, sammála því Já, ekki Krakkar Ég veit, það er eitthvað sem make a sense Þú veist, bara fuck it, sko En sko, ok Þú ert ekki bara pæli í leikskólum og einhverjum fasteigningargjöldum Ég? Já, þú ert í frambúði, sko Jú Ég vil til dæmis laga hérna Æslabelgin Já Bara gata hann svolítið lengi, sko Og mér langar í samstarfi við Securitas Okkar menna hérna Venda bæinn Já, bara komið bara einhverju dómi Myndalega dómi Akkurat Þú veist, bara getur við alltaf farin eitt að þessu mynda bara Bretland CCTV engin mannréttindi engin kattamorðingi eða hann myndir að finna leiðir sko nei, ekki mínum hugmyndum nei, okay. En hvað hann ætlar að koma? Hvernig ætlar að heimtíðin? Það veit ég ekki Já, meinar Það er bara myndar framan heimilifólks Nei, bara í alla götur Já, ég held að þetta sé ekki að hjálpa þér sko Nei, alls ekki Fólk elskar privacy sko Ég hef nú bara að spauga Já En þú veist, nei, ég er svo sem sjálfur ekki mennir einhver ægileg hérna mál Mér langar bara Ég er svolítið sammála Akranesleiðinu sko. Já Bara allir vinir og hérna Það er þetta alveg góð pæling Gerum þetta bara saman Hei Mitt Gerum þetta saman og hérna, og bara við erum vinir og þú veist, höldum gig og karaoke og pubquiz og höfum barinn opinn oftar það er þetta kannski hugmynd Já, það er bara pæling sko Mér finnst ógeðslega fyndið samt þetta með sveitarstjórnarkosningar ég nenni ekki að vera lengi hana í sumra en ein pæling Það verður nórætt af þessu í heldur betur Í Reykjavík, það er alltaf svona eitthvað megadrama Já, það er bara að vera að skjóta bíl og eitthvað Það var eins og ekki Já, rétt Var ekki skotið á bíl dag B
einhvern tímann. Já, var það ekki? Jú. Það var eitthvað svona dæmi. Já. Það er bara eitthvað rugl í gangi þar. Já, það er stemmingi, sko. Það er eitthvað svakaleg stemming þar. Já. En í þessum litlu bæjarfélagum eins og okkar, eða Akranesi. Okkar hver ekki því? Já, ég er hlutlaus. Já. Það er svona einhvern veginn allir svona miklu meira chill. Já. Það er svona, ef ekki bara styrkja innviðina og það var svolítið gaman. Það var svolítið gaman að þessu. Það er líka sko, af því að sko, ef þú horfir til þess bara á Alþingi. Já. Nú förum við mjög sjaldan og eiginlega aldrei í pólitískar umræður. Nei. En það er sko, eins og að þú horfir á Alþingi, þetta er bara svo mikill skrýpalegur. Já. Þetta er fólk á launum. Já. Ég veit ekki hversu miklum peningum. Einmitt, að tala fána. Já, og það fer kannski bara 2 vikur í það og allir að rífast. Bara hvað er það að gera? Einmitt, akkur segir ekki bara, mér finnst það fáralegt. Já. Áfram. Ok. Næsta mál. Flott. Einmitt. Hver vill enga fána? Já. Bara svona 2. Já. Ok, þá verður ekki tala um þetta meira. Hættu þó að ræða þetta. Einmitt. Þetta er bara svona, við getum gert þetta á 1 mínútu. Er það samt ekki? Já, ok. Ég veit ekki. Jú. Þetta er bara mjög einfalt. Þetta er virkilega einfalt. Bara, hver er fána? Já, við 2 og svo bara, ok. Höldum við fánunum. Ok, segjum það. Já. Allavega það er að koma að kreppa. Já, einmitt. Ef að gera eitthvað í því? Nákvæmlega! Nei, þú nefndir áðan. Við erum boðið Securitas. Jú. Og það er bara hárrétt hjá þér. Já, ég veit alltaf. Það er bara sko. Ég vinn þar. Ég sá þú nefndir áðan að við vorum í boðið Securitas. Eða þú sagðir eitthvað að þú væri til að hafa Securitas inn í Hveragerði og skemmtir tilviljun við erum í boðið þess. Já. Pældi því, ef við myndum bara setja upp CCTV bækin. Leka vörn. Já. Wow. Nei, en sko, ég veist ekki, ég er búin að lenda í núna upp á síkasti. Ég er að fá tölvupósta frá okkar glæður fólki sem er að kaupa heimavörn og ég sendi tilbaka eitthvað svona eitthvað. Hæ, þetta er Eyþór. Já, og bara eitthvað, hæ Eyþór, geggjaði þetta. Það er svoleiðis, ok. Þannig að bara haldið áfram að kontakta mig í vinnunni. Reach out. Já. Já, og ef þið notið kóðan GLAÐUR, þá fáið 50% afslátt af uppsendingu. Það er svoleiðis. Ef við erum einnig búið Happy Hydrates, Eyþór er með... Ég er náttúrulega kóngurinn í Happy Hydrate. Ég er svolítið ambassadorinn. Ég ætla hann í okkar teimi. Ég nota held ég meira en flestir íslíkar sko. Já, klálega. Og endilega að fara að senda okkur aðra sendingu. Já, þetta er að tæmast. Þetta er alveg að tæmast hjá okkur. Ein pæling samt, finnst ekki smá kaltænislegt að Lil Curly, sem er eigandinn Arnargöti, skrítakallan Lil Curly. Hann er 27 ára. Allana, það er alltaf eins og hann sé að sofna. Hefur þið tekið eftir því? Já, hann er svolítið svona eins og Ívar Guðmunds. Já. Svona eins og sé latt auga. Já. Nei, ekki latt auga. Hvað er þetta? Ég veit ekki. Ég veit ekki. Láttar augabrýr. Nei. Já, svona bara þreyttur. Ég veist það, ég þól ekki eitt. Augabrýr, augabrúnir. Manstu það? Já, ég veit það. Já, það var hleiðað mér helgina. Sko, ég held að þetta sé að það sem að maður leiðréttur næst mest á eftir hana mig hlakkar til. Ég hlakka til. Ángríns. Hættu þessu. Þið skilja alveg hvað ég er að segja. Já, láttu mig í friði. Ef þú vilt vera hötuð strax á augabræði, leiðir þetta. Skilur mig. Já, en við náttúrulega getum ekki verið án þeirra þriggja. Við erum náttúrulega eftir að fara í okkar menn, sko. Já. Líka. 100%. Kolgetarana. Já. En já, við getum ekki verið án happy. Nei. Þannig að takk fyrir stuðningin. Takk öll. Öll sem vinnið hana bara. Já. 100%. Við erum í búið í Colgates. Gateinn. Ég tampustæði mig í morgun. Já. Ég gerði það. Ég sé það. Er það ekki? Jú. Ég nefnilega sko, ég lendi í daginn, ég var búin að vera svolítið skralli sko. Já. Tók 2 daga skrall og þér að kenna reyndar. Já, það er smá mér að kenna. Bróði á seinna sko. Já, ég ætla ekki að gera neitt. Hvað var ég heima á með klukkan 10? Já. Þú varst í bænum. Já. Hvernig ég ætla alltaf að spyrja það út í það. Þú veist að fara á djammi klukkan 10. Þú hittir mig í ammæli. Já. Hvernig virkar það að fara bara klukkan 10 frá Hveragerði niður í bæ? Þú veist, getur útskýrt. Hvað gerður? Ég náttúrulega var búin að vera að drekka þessi yfir daginn. Ég er á boði. Ég bauði mér í heimsókn og frængu minni og manninum hennar. Er þið að gera það? Jú.
maður kom aðeins. Maður átti ekki þau áttu bjór og svona, sko, þannig að maður bauð sér yfir. Nei, við vorum að horfa á sturla leikinn sem var daginn, Stjarnan Tindastóll. Það voru nokkru bjór sem voru komnir niður, sko. Leikur. Já, svo var ég búin að vera á pappa áður, mömmu og pappa. Já. Það voru nokkru bjóra þar líka yfir enska boltanum og þannig að maður var, ég má segja það, maður, ég kom smá votur niður í bæ, sko. Já, ég sá það. Og svo, þú veist, við sóttum Tryggva í leiðinni og í Ármólan og og þið voru að tampast ykkur á leiðinni bara? Nei, hann var tilbúið með blöndu. Næs. Þannig að fyrir mig, bara í glasi. Ég sagði, hafa hann einfaldan en góðan. Næs. Og þú veist hvað það þýðir? Borgum bara frá einfaldan. Heldur betur. En við viljum tvöfaldan, sko. Og já, svo lendi ég í því, ég var hann búin að vera í 30 saman áður. Já. Kom svolítið fullur heim og glemdi að tannbursta mig. Læðist að hann vakna og fór bara beint á Eyrarbakka, annars tannbursta mig líka. Já. Enginn að tala um mig. Nei, í mitt. Og svo fór ég náttúrulega á djemmið. Ég er ekki alltaf lægi að vera ótannburstaður á Eyrarbakka. Mér finnst þess að það sem bara svona... Akkur er það eitthvað betra en... Æ, bara þess. Þetta er bara fólk. Ég veit það, en þú veist, svona meira svona... Veit ekki. Sorry með þetta. Ég bara... Þetta er bara meira svona... Ég skil líka. Kannski svona... Já, þú veist, ég er hættur að kemur upp meðan dónaskap ég er. Þetta er ekki ég er bara pæla. Þetta er bara pæling. Þetta er gast sagt nei bara. Helbir dónaskap. Gast sagt bara nei. Nei. Já, ok. Og síðan fór ég náttúrulega niður í bæ með ykkur óvænt. Já. Af því að þú dróst mér náttúrulega. Já, veist. Akkilesarhælli minn. Ég er það ekki, sko. Nú? Ok, leifur... Nei, ég er með orðið. Ok. Nú erum við í politíkinni, manstu. Ok, þegar djammið var búið, hvað vildi ég fara að gera þá? Heim. Að? Sofa. En hvað vildið þú gera? Og þú varst að reyna að draga mig að gera. Að halda áfram. Já. Ég bara, þú veist, hei. Og hvað, þú kallaði með öllum illum nöfnum í bílnum að leiðinni. Nei, sko, þú varst alltaf, nei, málið er, mér langaði bara, það var bara svo gaman. Já, en veistu hvað klukkan var orðin? Við þurfum ekki að fara til það. Hvað er það? Nei, þurfum ekki að fara til það. Jú, segð það bara. 6. Já, það var 6. Já, svona hálf 6. Mér langaði bara eitt síðan viðbót og spjall, skilur. Þú vildir bara, fara að sofa og ég sagði ég held að vera stemmingsmaður. Já, sem ég er, sko. Nei, greinilega ekki. Jú, sko, því ég held, þú veist, ok, ég er náttúrulega, stemmingsmaðurinn Eyþór, alltaf einhvern veginn, til í allt. En þegar ég er alltaf til í allt, þá er þú, maður er eitthvað svolítið slappur. Nei. Maður er eitthvað svolítið slappur núna. Alls ekki slappur, ég var þreyttur. Mér líður eitthvað svo illa núna og ég sagði við, ég held að vera stemmingsmaður, síðan sagður þú, þetta er eins og rýtingur í hjarta, Ingólfur. Já. Og sagði það við mig, oft. Já, þetta var þetta er rýtingur í hjarta. Já, eitt að ljóta svo getur sagt því ég er svo mikið stemmingsmaður. Já. En það er náttúrulega, það sem þú ert að gleyma hana er að ég var búin að vera í 30 samanlega á föstudaginn. Þú varst að segja söguna. Nei. Já, ok. Ég glemdi að segja, þú veist, ég var alveg í því til, þú veist, að verða 2, 3 síðan kem ég heim. Býtu. Bara slaka á. Síðan kem ég heim. Maður stemmingsmaður. Og kona mín að vinna. Þannig ég er með börnum mín. Ég þurfti að vakna með sínum mínum klukkan 8. Jésús. Nei, 7:30. Nei, sko, guð minn góður, Eyþór. Ég vakna 7:30 þannig og er með krökkunum allan daginn. Og síðan planað þú... Litla vælið sem ég heilt. Það er eins og aldrei vakna með barni klukkan 8 á mótana. Nei. Þú varst svo mikið að væla út í þetta, bara eitthvað, ég vaknaði með börni klukkan 7:30. Nei. Sem er bara finn tími. Máli. Bara svo lit. Vanalega er það 6 hjá fólki, sko. Máli. Ok. Þannig var ég að, sko, þegar þú ert að biðja mig komið síðan, það var 1 klukkutími rúmur, ég er búin að vaka þetta í sólarhring. Ég veit alveg þetta á vond hugmynd hjá mér. Mér langaði bara aðeins, það var svo mikið sömmur. Já, það var stemming í okkur. Svakarett sömmur. Mér var bara svo leiðilegt hvað sagði við mig. Að þú væri ekki stemmingsmaður. Já. Og ég vil þú takið það tilbaka. Já, ok, ég tekið það tilbaka. Ég vil þú setja í Instagram story. Nei, slaka það á. Nei. Formlega afsökun. Nei, ég ger það ekki. Og takið mig. Ég ætla ekki að slaka það á. Og fjölskyldunum mína. Takk á fjölskyldunum. Já, þetta hefur lagst mjög þungt mig og mína. Þetta er ástæða fyrir ég er búin að tala því 2 daga. Nei, þetta var bara mjög erfitt. Skilur það, en tampustæði. Hér ég og tampustæði mig svo. Og hérna, já, ég sannst... Með Colgate Max White. Að sjálfsögðu. Og þess vegna er mér svona hvítar tennur. Já. En heyri, hérna, ef að þú ert með fyrirtæki
þannig úti og ertu eitthvað, oh my god, mér langar að sponsa þessa stráka, mér langar að kasta á pening, mér langar að vera partur af þessum þætti, farið á podform.is og tjekkja okkur þar sjáuð hlustendutölur og þið sjáuð kynjahlutfall og þið getið sendt okkur línu og aldur já. Send okkur línu og við opnum umræðina hvernig er þetta? Já, heldur gott ég byrjar að vinna svolítið með þetta er svona old school já, ég er svolítið old school sko ég er svolítið old school ég fekk fyrirspurn ég fekk þetta mest ADHD já ADHD moment sem ég man ekki hver ára drulluði mig fyrir það hvort það var bara mamma mín já hún áður til að láta mig heyra sko. Já, okay. Ég held að það hefði snúist að að texta eitthvað hvað var hann aftur að texta? Já, eitthvað við varum stundu svo óskýrir já en hún er svo sem boomer þannig sko. Það gæti alveg vel verið að við þurfum að tala skýrar sko. Já við erum svolítið með orkudrykki og happy hydrate og við spynum slefaðir á því já, og náttúrulega þreyttir hvað heitir mamma þinn? Þórunn innilega fyrirgefðu og alveg fekk hún fallega afsökunarbeiðni fyrir lítið ég fekk ekkert svona fyrir það ég kallaði og þú tókst hníf og bara nei slakaðu á þú ert svo dramatískur það er bara þú tókst bæði lungun með þú ert svo rosalega dramatískur nei þetta er bara satt herri svo er ég að fara til Ítalíu fyrir málið já mega spenntur ég hef búin að vera að kafa eins í gerðgrindina með flughræðsluna já og mér langar að koma pínu litla punta það já af því að sko þetta var 20 mínútur umræða síðast já ég veit það ég er ekki að fara til neitt hræðilegt nei ég veit það ég sé það ekki gera það nú er alltaf stutt í þetta okay. og ég er búin að vera miklu bataferli síðustu 2 daga ekki Red Arm Dawson Report manstu hættu ég er búin að vera 2 daga bataferli okay. ég er búin að tala meira við ChatGPT síðustu daga eða Gemini heldur en konuna mína af því að nú er að koma að þessum dögum stóra þeginum já og ég er búin að vera að tala við hana þessum flug nennuru please að setja í story í fluginu já bara á morgun bara nennuru please að sína frá þessu ferli ef þú gerir það ekki að byggja konuðinum já ég skal reyna mér langar bara að sjá þig svona náfölan en sem sagt ég sem sagt spurði hverjar eru líkunar að lendi í banasleysi í flugi já og það eru komður gíski prósentum 0,02 eða 0,02 já er það rétt mér gott gísk okay. mjög gott gísk bara on the money næstu því okay. en það er 0,0009% þannig að það er möguleiki þannig að hún sagði sem þýðir að augnablik, ég er að finna þetta hérna já, sem þýðir að ef við snúum dæminu við þá eru líkundur að þú komist heill á leiðarenda 99,99991%. Já, ok. Frábært. Þannig að þú veist... Já, þú ert að fara að lifa þetta af. Er það ekki? Jó. Ég held hann bara. Ég held hann bara líka. Ok, svo hérna, svo bæði hann að koma nokkuð dæmi fyrir mig. Af því að hérna, það sem hjálpar mér mest í svona er tölfræði. Ok. Og líkur. Já. Prósentulíkur. Ok. Þannig ég spyr hana. Getur þú sett upp nokkur svona prósentulíkun fyrir mig? Dæmi daglegt líf. Ekkert sem að það er daglegt líf, en svona bara lífið. Þú ert að tala um bara svona... Hlutir sem... gerast fyrir þig. Nei, ekki beint. Já, ok. En svona, jú, þetta er bara svona reality. Nei, mitt, ok. Spennandi. Ok, fyrsta dæmi. 1 sekúnda á 4 mánuðum. Ef við breytum þessum tíma, þá, breytum þessu í tíma, einn á móti 11 milljónum. Skil. Þá eru 11 milljónir sekúndna það bil 127 dagar. Ok. Sem er rúmlega 4 mánuðir. Ok. Ímyndaði þér klukku sem tíð var stanslaust. Það stanslaust. Ok. Dag og nótt í þessa 4 mánuði. Ok. Það er einhver sem er búin að velja sekundu á þessum degi. Þá verður klukkan 16:55 og 1 sekunda. Ég skil. Þú þarft að pikka þessa réttu sekundu. Þú þarft bara akkurat einhvern tímann að standa upp. Núna. Já, mitt.
Það eru líkunar að lenda flugslýsi. Já, ég skil. Skilur? Ok, hver eru líkunar að 7 biljón manns hitti á sekunduna? Örugglega engar. Engar líkur? Þú veist, örugglega. Af öllum 7 biljón manns í heiminum einhver standi upp og hitti akkurat á sekunduna, hver eru það? Ég er ekki tölfræðingur. Nei, mér pældi svona í því. Það þýðir að eina af þessum 7 biljón manns mögulega lendir í flugslýsi. Já, en Já, ok. Ef við stöndum 7 milljarðir manna, Já. eða við erum orðin að vera 9, Já. 9 milljarðir manna, stöndum á túni og það verður bara þessi. Já. Og það er bara þú. Já. Já. En þú veist, það er náttúrulega miklu minni líkur, sko. Nei, ég skil, já. Já, þú veist, ég meina, ég veit að maður. En ég er ekki búinn. Já, ok. Slakað á. Nei, ég er slagur. 1 millimetri á 11 kilometra göngu. Það þýðir að þú myndir lappa frá miðbænum upp í Árbæ. Já. Cirka. Ok. Að því að 11 milljónir millimetra eru 11 kilometrar. Ok. Það þýðir að ef einhver á þessari gönguleið þinni var ég búinn að setja millimetra punkt á leiðinni og þú myndir stíga. Einmitt. Já, það er engar líkur á því. Nei. Engar. Nei, engar. Ángríns, þannig að þú ert bara safe. Samanberðu við íslenska lottóið. Já, einmitt. Íslenska lottóið er 1 á móti 658.000. Já. Sem þýðir að þú ert 17 sinnum líklegri á því að vinna fyrsta vinningi lottó með einu miða og lendir flugslýsi. Já, ok. Þetta er bara svona nokkur dæmi. Já, þetta er svona skemmtilegt. Já, þetta er gaman. Ég er bara frábært. Já. Ég er bara hurst það sjálfur. Já, ég er bara góður. Nei, þannig að morgun í flugtækinu ætla ég að vera 99,99991%. Já, en hvað heldur að vera miklum prómíl? Engum. Ekki. Nei, ég er að fara að keyra. Já, úti. Já, næs. Næs. Ertu að fara á bílleigubíl? Já. En samt bara fyrstu 2 dagana, sko. Já, ok. Síðan ætlum við að skila honum og fara til Como. Damn. Ætlum að keyra til frænku minni sem býr hann úti frá Mílan, það er alveg smá spotti. Já. Það er þetta nálægt Torino og það er svona 1,5 tími eða eitthvað, ég man ekki hvað 2 tímar eða eitthvað. En ég ætla að vera edrú þá. Kekja. Síðan ætlar hún að taka okkur í bara svona alvöru ítalska, hún er búin að búa hann í 30. Vá, það er svo gjöðvegt að fá lókalinn. Já, hún er búin að búa hann í 30 ára. Já. Hún er íslensk, sko. Já. Og hún ætlar að taka okkur bara í gegnum lókalinn. Næs. Herru, má ég segja þér sem ég er búin að pæla? Ég er búin að vera með smá svona á heilanum. Ég fór ekki að pæla bara mjög random. Ég man ekki alveg af hverju. Ég byrjaði að pæla í þessu. En ég fór að pæla í grúpjum. Já. Grúpjum, bara svona hljómsveita grúpjum. Já. Og ég fór að hugsa bara, ok, er til kallmanns grúpja? Er gaur, fattar mig, þú veist, ég var gett húgt á því bara að bara eitthvað svona vinahópur, eitthvað svona vinir sem að þegar þeir fá sér í glas og fara kannski Agent Fresco tónleika. Já. Þeir eru bara eitthvað, Arthur Dan, maður knúsa þig. Já. Maður knúsa þig aðeins. 100%. Má sig gerið það þér. Skilur, þú veist, þeir eru fattur mig. Mér finnst það ekki alveg virka eins og fattur mig. Þú veist, eru kvenkyns tónlistamenn með jafn mikla grúpjur back in the day. Fattur mig. Þú veist, var Beyoncé bara, var bara einhver hópur og gaurum bara, hey, Beyoncé. Hey. 100%. Má ég knúsa þig? Má sig gerið það þér. Fattur mig. Já, bara 100%. Það er ekki spes. Jú, þetta er svolítið allan eins og þetta var hérna í gamla dag, þú veist, en þá náttúrulega... Ég veit þetta ekkert hvernig þetta svona fór fram, sko, svona grúpjustemming. Var þetta ekki bara hérna að grúpja fylgdi bara hljómsveitunum allan? Jú, en ég myndaði gaurinn, hann eitthvað, maður ekki bara koma með. Já, en þetta var þetta var oft eitthvað svona alveg... Hvert er að fara, ég er með fröllu. Það var ég, sko. Já, ég kem. Við með í nývaknaði með strákum. Þú Spice Girls og bara, já, fuck it, ég kem með. Skilur þú? Þú hefur aldrei heyrt til dæmis, þú hefur oft heyrt svona sögusagnum Jay-Z, eitthvað, þú veist, Lemonade-platan þú veist, framhjóhald og eitthvað, og Jay-Z á okkur túr, og það gerist þá, þú heyrir aldrei Beyoncé eitthvað, að skjóta undan Jay-Z út af einhverju grúpi. If I were a boy... Kannski er hann að syngja grúpi þá. Kannski. Þá geti ég verið, já. Þú veist. Nei, þetta er bara svona pæling sem við með. Þetta er bara ótrúlegt. En þú veist, ímyndaði bara, getum við gert þetta næst? Vera grúpjur?
já, þú veist, ég bara að pæla hvort að við ættum að reyna þetta einhver tímann að sem sagt, hérna reyna að sofa hjá Ice Guys það skilur, þú veist hey, Ron Khan má ég tóra knúsa þig þú er kannski með svona skilti já, ég mitt elska þig, Aron má ég fá knús eftir má ég fá knús á eftir kannski já. Má ég koma baksviðs og svo ert þú bara, má ég ríða sjúkla kurteis byggjum leyfi nei, ekki mál ekki mál nei, en má ég kannski koma með á Ísafjörð ég eldi ykkur bara ég er á bíl en alltaf sést ekki bara hérna þú veist, kvenkins grúpíur fylgdu bara oft hérna strákulhjörnstum að þetta var oft bara eitthvað svona fyrir fling já, þetta var bara eitthvað nasty shit en þú veist, mér finnst bara svo fyndið að nasty shit já, skilur mjög misjamt sko, en hérna og líka í gamla dag, þú veist, það voru ekki til það mikið að stelpuljónstum sko nei, einmitt á Íslandi kannski áttu grílunar voru grílunar, já það er hljóta af átti kannski á pabbi já bara eitthvað, ei má ég knúsa þig má ég kannski knúsa þig gefðu við kljónsveit sko. má Siggi kannski mér svo fyndi þessu tveir saman að vinna, þú veist, það hjálpa stað sko. Standa svona með hendur í vössu já, þú veist það, ei geggjaði tónleikar hvert er það að fara síðan eftir má Siggi kannski knúsa þig nei, ok, ekki mál nei, ég held sko ég myndi bara alltaf að fá nei og þeir alltaf, nei, ok, já hvert er það að fara eftir sjáumst kannski á kaffibálni Topp 2 listamennindi mínir á Íslandi all time já. Það eru systkini, kall og kona já. Þannig ég geta gruppið bæði bara já, hvað listamenn eru það? Vill og Elli já, auðvitað, of course elska þau, já. bara rest in peace ég vissi ekki að það voru systkini fyrir núna þannig að það er eitthvað maður er alltaf að læra eitthvað nýtt Vilhjálmur Vilhjálmsson og Elli Vilhjálms, æmitt já, þetta er ótrúlegt en herðu, við ætlum að fara að ræða heilsu já, pældi því maður við ætlum að fara að rífa okkur þessi gang og vonandi kenna þér hvernig þú átt að get on the next level næsta level Þetta er nefnilega svolítið lykillinn sko, af heilsu. Já. Hvað? Ég kendi þér að drekka vatn. Þú gerði það reyndar? Já. Af því að vatn er ástæðan fyrir ég er ekki látin í þetta. Hæ? Já. Já, ég meina þú þarft það til þess að lifa af sem manneski. Já, ekki hugsa þannig, ég bara hugsa bara almennt. Já, bara yfir hug, já. Sammála. Þú veist, þetta er bara svo hollt. Það sem ég er þakklátur þessa drykks, veistu hvað ég meina? Já. Sko, ok, heilsan maður. Veistu hvað, slaka þú á, vinur? Guð minn góður. Já. Vatn maður. Já, vá, þetta er svo mikilvægt. Fuck. Viltu fá okkar mínu þarna? Nei, bara eftir. Bara eftir. Slaka á. Vatn maður, þetta er... Já. Þetta er virkilega mikilvægt fyrir því svona. Þetta er bara það mikilvægasta. Það er að drekka mikið vatn. Svo mikilvægt. Herru, hvað segir? Sko, tveir mikilvægstu hlutir í því. Vatnsdrykkja. Slaka á. Fáðu þér meira. Ég held að þú eru meira vatn, sko. Ég held að þú eru aðeins meira. Það er vatnsdrykkja. Já. Djöfull að tjögg þetta. Ég er alveg samlaður. Vatnsdrykkja. Og nú fá maður bara áttum. Stay in school. Þú ert ekki alveg fyrir þennan markað, sko. Nei, vá, ég kúast feitt. Hjá mér er náttúrulega margra ára reynsla af vatnsdrykkjum. Já. En aðtugið, ég er atvinnumaður. Náðu áttum. Þetta getur verið stór hættulegt. Að drekka vatn? Já. Getur við ekki vatnsetrun. Þannig að vera að gera þetta. Ég held að þú þurfa aðeins mér vatn. Nei, ég held í munni... Ég held að þú þurfa aðeins mér vatn. Nei, veistu hvað ég held að þetta... Veistu hvað ég held að þú þurfa? Þú þurfa aðeins mér vatn. Það getur þetta í degi? Já, nei, þú dyrði ekkert.
Spurðu Nei, ég ætla ekki að spyrja ChatGPT það. Ég veit þú dyrði ekkert. Þú þarf 2 lítra. Ég mun æla. Ok. Jesus. 2 lítra, ég búið með sko. Ef þú myndir æla, það verið content. Þetta henni Ef þú lítir. myndir deyja, það verið hilarious. Við erum bara að heilsu. Eyþór deyr. En vatn, Já. þú veist, það er lykillinn að heilsunni, held ég. Fasta, ekki borða. Ekki bara neitt. Já, þú veist, já, taka sér föstunatíma. Mér bara sleppa því, mér horfa á mig. Sleppa, já, mitt. Ókvæðlega. Akkurat. Ég er að fíbla svona. Þetta er jóka. Nei, já, heilsamaður. Þetta er ógeðslega, sko, við þurfum, mig langa að gera þátt, að við þurfum aðeins að fara að pæla í þessu, sko. Já. Mér finnst, sko, í fyrsta lagi fórst þú upp á gjörgæslundaginn, út af dollu, hérna, sem tengist heilsufræðinu og hérna Þröng fóruð. Fóruðaþrenging. Já. Þetta var gravalegt og svo spes þetta var bara komið núna. Já, fokk maður, ég ætla að byrja að svitna eftir þess að vatnstrekkjum að það. Sem þetta er alveg, þú veist, vatnið hann losar byrjar að hrinda stað, þú veist, toxins. Einmitt, var kannski að fara að fá þér happi eitri. Já, meinar. Svo, þú veist, svona jafnend út. En já, þú veist, ég allavega, mig langaði að taka þann þátt, að ég er búin að vera að pæla, þú veist, ég er búin að vera að pæla rosalega mikið í, eða sko, aftur. Ég hef alltaf verið mjög duglegur að pæla í andlega líðan. Ekki nú duglegur í, hérna, líkamlegu ástandi og lestri. Já. Virkilega lélur í lestri. Tell me about it. Hérna, nei, ég er bara búin að vera að pæla ógeðslega mikið í mataræði. Já. Ég veit að ég hljóma mjög boring, en þetta er bara mér finnst það bara mjög flókið. Mér finnst það ógeðslega flókið. Ég var eins og alltaf með eldum rétt. Já. Það var ógeðslega næs. Já. En núna er ég svolítið svona einn á báti og er svolítið að svona búa til hafragraut og setja prótein og eitthvað svona. Já. Og ég nefnilega, ég rakst á eitt, ég rakst ekki á það, vinnufélagi minn sagði mér frá þessu, að þarmaflóran er your second brain. Sagði ég það ekki? Ég veit, nei, það var Markus. Sagði ég ekki einhver podcast í daginn? Þú sagði það kannski podcastur daginn. Ég var örgulega undan honum. Kannski varstu undan honum, ég var bara ekki að hlusta. Ekki frekar að vanlega. Nei, einmitt. En já, það er 100% sko. En þú veist, mér finnst þetta mjög ósangjant. Akkur? Bara to be honest. Af því að sko, ég fjall svo oft í lífsleikni. Af því að það er svo boring tími. Og mér finnst þetta info mjög mikilvægt fyrir svona lífsleikni. Já. Að fá bara svona by the way, hérna að þarmaflóran er mjög mikilvæg, skilur. Ertu góður? Já, held í smá vatni upp í mig. Já, ertu góður? Annars góður. Ok. Nei, já, þarmaflóran er bara your second brain, eða bara aukaheili. Já. Og þú veist, þetta talar bara við, skilur, heilaðinn, bara bókstaflega. Það er bara samband á milli magans og heilans. Og ég á erfitt með þetta, af því að hérna, þú veist, ég veit ekki alveg hvað það þýðir. Hvað þýðir það? Fattar mig? Hvað þýðir það fyrir okkur núna? Hvað á ég að borða? Hvað vill þarmaflóran mín? Hvað hefur hún áhuga á? Þú ert náttúrulega að spyrja, sko, ekki beint, sko, nei, þú veist, ég bara velta þessu fyrir mér. Já, sko, ég myndi áætla góðgerla. Já, einmitt. Þú veist, svona abjörmjólk. Já, nei. Er það? Ég veit það ekki. Nei, held ég ekki. Alls ekki. Örglega ekki? Alls ekki, sko. Alls ekki bröð? Nei, ok. Bara alls ekki. Ok, smá miskilíkur. Þannig að það er stelp á TikTok, hefur ekki séð hana? Nei. Hún heitir eitthvað og... Ég þarf alveg að finna hana. Ok. Herru, what are the odds? Það er komið beint. Ég opnaði TikTok. Víóna Salome. Ok. Íslensk? Já, hún er, íslensk, pólsk, eitthvað, en hún er bara, talar fullkomlega íslensk og er bara íslensk. Já. En allavega hérna, hún er sem sagt að kaupa whole food, heitir þetta. Já. Hann er hérna... heilan mat. Nei, basically allur matur sem hún borðar. Hún hugsaður þarmaflóruna. Bara... En hvernig veit hún hvað þarmaflóran hennar vill? Hún er bara búin að stödja þetta örgulega. Hún segist þér whole food freak. Já, ok. Og hún var sérst að bjóðum daginn, sá ég á TikTok. Að hérna... Bjóði mat? Nei. Að koma og kaupa með þér í búðinni. Oh my god, það er geðvegt snutt. Já. Bara ég fer með þér að kaupa í matinn. Já, eða bara FaceTime eða eitthvað. Og þá ertu ekki, þú veist, þá ertu bara, ok, er þetta holdt? Einmitt. Nei, ok. Ok, sleppið þessu. Og svo kannski tekur þú keks og þá farið slap on the wrist, kannski, eða eitthvað. En mér finnst það geðvegt komið til það. Já, ég þarf þetta. Já,
Ángríns. Settu í samband við hana? Ég nefnilega sko, ég er búin að stíga eitt skref í áttina betri heilsu. Já. Það er að kaupa mér áskrift í CrossFit. Já. En ég er ekki búin að mæta einu sinni. Nei. Það eru 20 dagar síðan ég keypti. Í hvað þætti sagðist ég held í átak? Var það ekki? Það var í þar síðast þætti eitthvað. Nei, ég veit það ekki. Já, ég er allan bara fitness data síðan. Ég er svona allir bjúaður. Við erum að vinna í þessu. Og svo er ég að fara til Ítalíu. Já. Þar sem að sko... Já, þú veist, er þetta ekki bara fyrir og eftir Ítalíu? Nei, fyrir og eftir þríðsamlega mitt. Já. Ég ætla að vera 30 núna 7. maí. Einmitt. Og ætla að halda upp á það. Þannig að eftir það, þá ætla ég að fá Björgun Karl bara í liði með mér, sko. Já, tökum við það bara fucking bara tökum við þarmaflónum með þér. Hæ? Já. Ég ætla að vera með svo sikk. Ég ætla að vera bestu þarmaflónu landsins. Já. Nei, það er eitthvað, ef þú spáir í hvað er það sem þú borðar og þér er bara illt í maganum? Já, bara allt eða, sko. Er það? Já, allt saman. Já, þú borðar bara áhald. Nei, Ísa. Mjög holl. Já, hún er mjög holl, en ég er samt alltaf eitthvað svona slammaður. Ógeðslegur matur. Ódýr matur, bara þægilegt. Nei, ekki ódýr. Ekki ódýr? Nei. Ertu eitthvað ruglaður eða? Alls ekki ódýr. Alls ekki ódýr matur? Nei. Hvaða ísu ert þú að kaupa? Bara fiskur er ekki ódýr matur í dag. Hvenær fórst þú í búðina síðast? Langt síðan. Já, en hvað? Það er samt þannig, sko. Já, nei, ég veit að þetta er ódýrasti maturinn. Og ég segja störðlega stærinn. Ok, þú ert basically bara ekkert að hlusta mig. Ok, alltaf. Fiskur, íslensku fiskur, já. Er ódýrari til þess í Bandaríkjunum en íslensku fiskur á Íslandi. Já, og hvað ætlar okkar hver að gera því? Ég ætla að lækka fiskverð. Í útgerðinni. Takið við Þorlákshöfn. Ráðast inn í Þorlákshöfn. Þar kemur alltaf bæjarrittarinn, sterkurinn. Sem væri það þú. Heldur betur, stela fisknum. Nei, í innrásin í Þorlákshöfn. Já. Nei, hérna, en ok, sko. Hvað, ég langar að spyrja það einu. Hvað gerir þú til þess að lifa heilsusamlegu lífi? Þú veist hvað, getur þú nefnt mér eitt hlut? Drekka vatn. Já, ok, já. Mér finnst þetta sérst ekki að lítið um mig. Nei, þú veist, ég á vona á sömu spurningu, sko. Ég held að það sé ekkert sem ég geri sem er gott fyrir mig. Nei. Og ég er ekki einu sinni að grínast, sko. Pældi eitthvað steikt. En núna 9. maí. Eða 10. maí. Já. Jafnvel á mánudeginum. Mánudagurinn 13. Lefa þinguna klárast. Já. Helgin og svona, skilur. Svo ég hann það alveg 25, sko. Þetta er ekki skemmt í maí. Þetta er kannski júni. Já, svo náttúrulega Palli vinnu minn. Fuck. Svona þjóðatíð. Fuck. Maður þyrfti nefnilega, sko að fólk ræðir þetta ofta að vera komin í suma köttið, sko. Það byrjar bara í janúar hjá fólki, sko. Maður þyrfti kannski að byrja það aðeins fyrir. Hann er maður eigi inni fyrir öllum svo ammælum og þjóðatíð. Erum við jafnvel að fara dagsferðið? Nei. Alls ekki. Akkur ekki? Af því að börnin mín er ammæli. Já. Ég ætla ekki að taka dagsferð þá. Nei. Áttu þau svona ekki líka ammælið þarna þegar við fórum með? Jú, en það var eitthvað svona steikt þjóðatíð. Já, ég man það. Það var eitthvað helgin áður eða eitthvað. Hárrétt. Það var eitthvað skrítið. Já, ég man það núna, hárrétt. En jú, þú veist bara nei, ég held að sé ekki eitt einasta sem ég geri sem er holdt fyrir mig, því miður, og ég segi þetta ekki með stolti. Nei. Sko, ég tek jöruna. Já. Og ég tek meir en ráðlega dagskamtur. Já, einmitt. Góður punktur. Ég borða óholt. Já. Ég held að sé ekkert sem ég borða sem er holt. Nei. Og þá er ég ekki að grínast, sko. Ég veit að maður. I know. Ég drekk. Já. Mikið. Ég stemmi sem aðeins, sko. Já. Það má ekki glemma því. Og ég sef illa. Já. Þú sefur líka á skrýtnum tímabilum. Já. Það gæti verið, sko, glútenið sem þú ert að borða. Glútenið? Sem er að svæfa þig. Já. Veist hvað ég meina? Brauðið. Já. Sko, ef við værum ekki að gera þetta last minute þennan þátt. Já. Þá hefði ég viljað fá bara heilsusérfræðing. Já, bara 100%, sko. Kannski part 2 einhvern tímann. Já, við þurfum að gera það. Gerum það þegar við förum í átakið. Já. Sem er í júní. 13. maí. Við bara gerum það. Já, ekki. Já, ég verð úti á afmælinu mínu. Já, rétt. Þannig að, þú veist. Já, það er bara þannig. 13. maí.
neglum það þannig. En þú, hvað gerir þú? Sko, ég ger nefnilega helling til þess að, þú veist, hjálpa mér. Þú veist, ég borða havragrauð á mótana. Já. Sem alveg gott. Góð fita, skilur við. Mér sagt. Ég veit ekkert hvort það sé satt. Ég bara gera það. Þú veist, ég borða óholt samt. Við kennum það austan seinnipartin borða ég óholt. Já. Og ég drekk allt og mikið koffín. Já. Þú ert sko mesti kaffín þambari sem ég þekki. Já, það eitthvað að. Já. En síðan er ég ógeðslega góður í sko eins og að taka vítamín. Já. Ég reyndar gerir það. Ég tek magnesium glycinate. Ég líka. Og ayahuasca á kvöldin. Já. Nei, ashwagandha. Ég tek ekki ayahuasca. Já. Það verið stemming Ég fyrir kvöldi. Ég fyrir okkur megatrip. Já, ashwagandha á kvöldin. Og það er sko, það er geðvegt. Og svo núna ég byrjar með skin routine. Sem er erfitt sko. Fyrir, þú veist, það er erfitt svona, ég er að reyna að gera eitthvað sko. Adam vinur minn, manst eftir honum sem kom í þáttinu okkar. Já, heldur betur. Ógleymanlegur. Skrítið að gleyma honum. Já. Ég byrjaði að gera svona skin routine eftir hann. Nema ég kveikti í húðinu minn daginn. Að því ég glimti að þrífa eitthvað af. Maskið? Já, þetta var eitthvað vesen. En þú veist, ég geri hluti eins og þú veist, eins og að skrifa í dagbók. Og þú, ég skrifa bara reyni að skrifa eins reglulega ég get. Það var bara daginn, eða? Já, bæði, þú veist, ég tek season. Stundum tek ég, ef mér líður illa, þá byrja ég að skrifa í dagbók. Bara reyna að skrifa eins reglulega og hægt er. En annars er ég alltaf með bók í vinnunni til dæmis. Bara punkta niður eitthvað pælingar. Já. En þetta skrifa, þú veist, í dag fyrir fisk, eða? Já, stundum. Ég get sýnt þér. Ertu með hana? Já, ég tók hana með. Nú. Þetta er bara svona. Bara basic. Hefur við sko að bullet journaling er? Nei. Það er svona aðferð. Ég er mjög lélegur í þessu. Já. Var ég lesjópurinn? Já. Fléttu bara, það er bara... 1. júní 2024. Í dag er Those were the days. Those were the days, man. 2004. 1. júní, erum við ekki taka upp hverju útgáfið? Það getur verið. Í dag er góður dagur í dag. Í dag er góður dagur í dag. Já. Ok, alltaf leið. Sko, það er náttúrulega bara fyrir mig, persónulega, sko. Það er bara beauty við dagbækur. Þú getur bara einhvern veginn skrifa bara, þú veist, eins og lestu þetta bara. Já. Trublaði mig bara. Já. Af því það geta sagt, þú veist, í dag er góður dagur. Náði, skrifa það bara. Mér líður vel, en samt ekki. Ok. Ég vissi ekki að áttu ekki one of þessu, ok. Sitt hér á bekk í listigarðinum og er að hugsa það. Þetta er geðveik, ég mani þessum degi. Hvað það er skrítið að vera inn á sér. Svona... Gerði þetta oft mjög slæmur á manni eins og mér. Þú getur bara búið. Já, þannig er þessi dagur búinn. Ok, þú ert þess að hvað ert að gera þannig, skilur? Bara situr á bekk og hugsa þetta bara. Já, líður kannski eitthvað smá skringilega. Já, bara það er nefnilega, það er ekki, þetta skiptir ekkert máli hvað þú ert að setja á blað. Nei. Þetta er meira bara, þú veist, þú ert bara komið ykkur frá. Bara svo hraðspurningar. Svolítið þannig, sko. Svolítið þannig. Síðan eru komin, sko, allaveg 24. apríl 2005. Já. Þannig að það líður hana næstu því ár. Já. Daginn dagbók, ég hef búin að vera að pæla svolítið í Ice Guys. Hvað varðum þá meistara? Það er 24. Já, nei, 25. 25, já, ég mitt. Hvað var það þá? Eru þeir að gera eitthvað í dag? Spurningar. Kannt ekki að lesa? Nei, það er nú spurning. Kannt þú að skrifa? Hvað stendur hér? Spurningamerki. Það er bara að skrifa það sem maður þetta er í hug, skilur. Nú skil ég. Já. Af því að spurningamerki er eitt orð, sko. Já. Það er, þú veist. Já. En mástu? Nei, þetta er bara bókin mín. Spurningamerki. Þetta er bara fyrir mig. Eða spurningarmerkið, spurningamerki. Mitt. Nei, en ég svona ángríns, þá er ég að eiga alveg umurlegan dag. Já. Já, ok. Já, ok. Þetta er góð færsla, eða svona spes. Þetta er bara fyrst sem þetta er bara skrifa á blað. Já, bara, þú veist, bara andlega líðan. Hvað var það þá meistara? Eru þeir að gera eitthvað í dag? Spurningamerkið, Hættu að pæli þess einhverjum málfræði kjaftaði. Í mitt, já. Farðu bara, þú veist,
hægt að pæla í þessu. Herri, síðan eru komin bara Það sína bara gott dæmum hvernig þetta, þú veist. glósa. Já, lífið. 23. mars 2026. Nú erum við bara nýlega. Þetta er bara vákvæður að byrja. Já. Já, vá. Úff. Búndur. Já. Ég er svo lítill. Já, ég er búin að svolítið erfitt. Úff, búndur. Ég er svo lítill núna. Já. Margt að hugsa hvernig hetvenni liðið. Hvað meinar þú? Hetvenni liðið. Liður. Ok, ég er svolítið lítill núna, margt að hugsa búndur. Hefenni liðið svona í marga daga. Hef ekki liðið, já. Hefenni. Ég skil, ok. Hef ekki liðið svona í marga daga. Nei. Vantar áhugamál og ég er orðin svo ógeðslega þreytt. Hvað? Vantar áhugamál og ég er orðin svo ógeðslega þreyttur á Eyþóri. Já, þetta var alveg, ég mani eftir þessu. Alltaf þessi skrýtna lykt af honum, svona it lingers. Já. Mér langar að ræða þetta við þig. Hvað er í gangi? Svona spes, svona, að því ég fór að pæla í þessu, þú veist, Ég hlætti mikið fíbl. Ég fór að pæla í þessu með lyktina. Af mér? Já. Ok. Það er svona D-vitaminslykt, eða C-vitaminslykt, veist hvað ég meina? C-vitamins? Já, því að fólk sem er að hugsa of mikið heilsuna, það fer of mikið í C-vitaminið. Já. Það kemur svona C-vitamins ángur svona, it lingers. Pínuspes. En finnst þetta ekki sniðut? Jú, þetta er bara... Það er ógeðslega sniðut sko, ég hef mjög gaman að þessu. Ég á margar svona bækur. Já. Já, mjög mikið. Þetta er sko... Ég sé þið alltaf með svona í fóruðinu, sko. Já. Þessi er mjög, sko... Þessi er mjög, svona ný. Þetta er svona, hún er tóm nánast. Já, ég skilji. En ég er með fleiri, sko. Ég er með hellinga. Já. Hvaða lykt, samt? Er þetta ykkur... Ég skil ekki alveg. Sko, svona C-vitaminslykt. C-vitamins? Já, svona, maður sjá. Ég ætla bara að spyrja bara upp á flipið, skilur við, Sko, af því að ég tek D-vitamin. Er það kannski D-vitamin? Ég held að þessi C-vitaminslykt, sko. Svona að þetta kemur svona smá svona breytingaskeiðið. Þú veist, eitthvað svona eitthvað svona þannig lykt. Ég er ekki alveg að skilja þetta. Nei, svona gömul lykt. Já, sko, gamalt eða skemmt sé. Er það að taka skemmt eitthvað? Það kemur svona skrítin súra jafnvel örlítil gömul lykt. Nei. Flott. Ég ekki, sko. Það er bara geggjað. Ég veit ekki hvað þetta er að taka inn sem er skemmt, sko. Nei. Mér fannst bara, þú veist. Ekki er bara áholt mataræði, sko, og Já, getur verið það. Já. Þú veist, eða Já. Þetta er svona þá. Þetta er í mars. Já, þetta er bara í mars, já. Hún er ekki núna. Nei. Þetta er ekki daglega. Nei. Það var bara á þessu tímabili svona skrítin súr gömul lykt af þér. Já. Og og þú veist, velti fyrir mér bara, magnað og skulur flétta þess að blaðsíðu af því að við erum akkurat að tala heilsuna sem er svolítið magnað. Má ég sjá að mínum mati. Ég verði lag aðtuveit, sko, að því að hvaða dagur er þetta? 2003. Já. Getur þú sagt mér það? Nei, ég man það ekki. Ég er aðalega að pæli, sko, hvað maður er verið að gera. 23. mars, þetta er nú ekki það gamalt saman, sko. Þetta er föstudagur. Já. Hefur þú bara verið brennivínslykt? Kannski kann mögulega brennivínslykt. Ég veit ekki hvað ég hef gert af mér annað, sko. Nei, en þetta er svona, nótabenni, þetta er bara, það er gott að eiga bók til þess að tjá tilfinningar sínar. Svo þú vilt ekki tjá þig við aðra. Já. Og vilt kannski ekkert opinbera. Nei. Sem er fínt, samt að opinbera er nákvæmlega þetta, því þetta er eitthvað sem við getum rætt. og þetta er þá. Þetta er ekki núna. Nei. Hún er löngu farin að þér. Já. Bara mánuður. Já, nei, vika. Já. Eða þú veist svona ágæðis. Nei, Nei, sko, mér er skaman að pæla í, þú veist, heilsunni. Og það er náttúrulega hugurinn, sko. Hugurinn gildir. Já. En það er, sko, það er eitt sem mér langar að koma inn á varðandi heilsuna. Er að, sko,
ástæðan fyrir að ég borða ekki holt eða svo, ekki beint ástæðan en það eru svona hlutir sem ég langar svo að borða eins og fiskur borðar ekki bara að því fyrst að bara ógæslegur já, en það til svo mikill fiskur ég veit að ég prófa mjög mikið sko. Þetta ekki eitthvað sem ég prófa þegar ég var lítill sko. Borðar kál? Já ok, gott ég fæ mér á salat reyndar hverjum degi í vinnunni sko, með matnum egg já. Langar að geta bara egg þú getur ekki bara get ekki bara egg en spælt egg? Nei. Ekki eins og það? Wow. Mér finnst spælt egg gott en það eitthvað við áferðin á því ég næ bara ekki kingja því mér líður þess að við höfum rætt þetta áður veistu hvað ég meina? Já. Mér líður þess að við höfum verið nákvæmlega í þessum sporum að ræða eggin Gæti verið kannski var það við Adam en það bara fínt að imbra á því að mínum að því gæti verið rætt við Adam reynda en allavega þú veist mér langar að borða holt og og eða einhver næringafræðingur að núti sem vil gefa mér eitthvað tips og tricks þá ég bara meirinn til í það sko. já. Sammála, bara please í dag ég bara alltaf þungur en veistu samt hvað ég meina þegar þú átt dag að því að við erum eins við erum með svona rútínu sem óholl en við erum suma daga þar sem við erum betri en aðra daga mér líður eins og þessi heilsuhraustari aðra daga eins og í dag líður mér vel ég veit ekkert hvernig morgundagur nei, það mjög góð punktur sko. Þú veist, hvað það? Þú veist, jákvæðinni sko, allt í hennu í glasi hálffullt ég veit ekki hvort aðra tengi við þetta en ég fæ oft sko, ég eiginlega alltaf því ég leggst upp í rúm á kvöldin þá byrja hugsanirnar að koma inn þá fer ég eiginlega alltaf að hugsa sko, morgun þá byrja ég þá klára ég stundum nægi að stikka sko. bara í dag eða eitthvað sko. þá ég kannski ekki að hollur þann daginn ég held ég fá þessar hugsanir svona 5 sinnum í viku já, á morgun þetta var á morgun en það gerist aldrei neitt sko. tókum ekki daginn í dag vel ég hef einu sinni verið 152,9 kilo já, vá maður já, þá sko, já, bara varstu hamingjusamur í það? Ég alltaf hamingjusamur sko. Já, mér líður alltaf vel þú veist, ég einskinni, ég gerir mest grína því feitur sjálfur sko. Já, ég er ekki að segja það ég meina bara svona mann-Eyþór hvernig honum leið þá, skilur Já, bara vel já, bara já, bara mjög vel og þú veist án þess að gamla Eyþórs væri ekki hér, skilur þannig að bara já mjög vel Vistu hvað, mér veist við gera of lítið mér veist þetta eiginlega mikilvægara heldur fyrir heilsuna mér veist við hrósa hvort þau eru of lítið já fattar mig? Já, mitt mér langaðist að taka smá svona hrósring ef þú til já, ég til ok hvað minnur? Sko bara, ég veit hvað? Að þegar þú ert að fara í svona lið ég er ekki að fara í lið hvað minnur? Þú veist, þegar þú ert að fara í svona eitthvað þá veit ég hvað þú ert að gera þú ert örgulega frá að hrósa mér fyrir eitthvað mjög skrítið nei, alls ekki hvað ég góður að drakka bjór alls ekki, þú ert sem frábær í því ok svo sé sagt ok má ég vilt þú kannski bara byrja? Eða ég byrja? Já, ég finnst þú byrja ég ætla að segja eitt bara til að setja ég ætla að segja eitt og síðan segir þú annað ok þú Eyþór ert með fyndnari mönnum sem ég þekki vá, takk fyrir ekkert mál ok, nú þú ok, ég er ekki búist að þessu nei sko, þetta slóðum svolítið út af læginu já, bara þú Ingólfur takk takk fyrir takk þú ert frábær maður og frábær mannvera Ingólfur mannvera já, bara þú veist bara in the universe persóna já, okay. bara í alla staði góður vinur já. það er eiginlega orðið sem ég er að leita takk já. Ef ég væri þú ef ég væri þú sko maður sjá sko ef
Sko, ef ég gæti Ég er að bíða eftir þessu, sko, einhverju. Nei, sko, ángríns Já. Ef ég gæti bara svona einhvern veginn sagt þér núna þú ert eitt besti vinur sem þú getur fundið sem þú getur fundið. Takk fyrir. Það er alltaf að stóla þig. Takk fyrir. Það er alltaf að hringja þig. Takk fyrir. Nema þú leggur þig milli 4 og 7 á daginn. Annars er möguleiki að heyra í konuðinni og hún vekur þig og þá getur þú talað um mig. Einmitt. Þú ert með mann í liði. Þú horfir ekki á galla. Nei. Þú sérð mín innibli. Þú sérð hver ég er. Þú þekkir mig. Já, takk fyrir, vá. Þetta er ótrúlegt. Ég er í sjokki, sko. Ég var ekki með þetta alveg svona. Nei, fyrir ekki. Það er bara þess að ég er með eitt eftir, sko, hérna. Ok, ég er líka, sko. Ok, endilega. Takk. Ég var nefnilega líka með finnasta... Mér segja takk. Já, takk. Takk, bara mjög fallegt. Sömuleiðis. Og og ég var nefnilega líka með finnasta manneski sem ég þekki, sko. Er það? Já. Wow. Shit, wow, man. Þannig að ég var með, þú veist, opaslega góða vinur og finnasta manneski sem ég þekki. Já. Takk. Já, sko, ef ég gæti bara einhvern veginn svona mér langar ofta að gera við þig oft svona, ef ég gæti, ef ég mætti bara svona einhvern veginn taka þig, skilur bara svona einhvern veginn sko, ef ég mætti bara svona einhvern veginn sko, þú veist, þegar ég sé þig já skilur mig, þegar ég kemur kannski upp þér þú er kannski bara eitthvað á matöllinni og ég sé þig planga verkefnið svona takk ok, já, fyrir já, ok planga verkefnið svona takk bara finna Eyþór, hlusta á mig mér langar verkefnið svona þú veist, þegar ég kem kannski upp á aftræðar eitthvað langar verkefnið svona grípi í þig, skilur bara svona holda þig, skilur og segja bara við þig bara komið þig ekki útrúlega væntu þig, skilur fattur mig? Bara svona einhvern veginn haldi þig, fattur mig? Hún bara koma, þú veist, ef ég mætti, þú veist, ef ég gæti, þú veist, ef ég myndi vera, til þess bara, ef ég væri þú núna, myndi ég svona taka út sjálf mig, einhvern veginn, og ég myndi segja bara, þú veist, þetta er svo vel, skilur, þetta er svo ógeðslega fokki vel. Svona halda á Kristi svo ógeðslega fast einhvern veginn myndi halda á þetta verður allt í lagi myndi segja bara þetta verður alltaf í lagi myndi segja bara þetta verður alltaf í fokkin lagi myndi segja bara passaði upp á svoleiði, skilur horfðu á mig Þór mér langar bara núna þá langar bara svona að segja við þig þetta verður allt í fokkin lagi þetta verður allt í fokkin lagi fattur mig þetta verður allt í fokkin lagi mér finnst því svo þú eftir að segja það svona mér finnst því svo þú eftir að segja við fokkin svona já, ok skilur hvað ég fæ með það já stendur svo ógeðslega vel stendur svo ótrúlega stendur svo fokkin vel stendur svo þú ert hetja stendur ógeðslega vel takk aldrei glemma því, Eyþór aldrei glemma því oh my god stendur svo ógeðslega vel já, takk maður takk fyrir það já vá maður það er svolítið erfitt að koma eftir þessu hvað ertu með? ég er bara með svona lítil orð, sko ok
bara, þú veist, frábær, góði vinur fyndinn þú veist, gott hjarta skilur. Þetta það sem svo ógeðslega mikilvægt sko. Já, hrósa hverjum já, mitt þetta var hérna já. Mitt já, bara takk skilur já, ekki sem mér staða ekki sem mér staða nei, takk maður bara þetta ok, hérna kannski fara okkur í einhvern annan líf náður því samt skilur já, fattar þú hvað ég var að meina? Já, mér langar bara svona mér langar bara svona það verður allt í lagi já, þetta verður allt í lagi þú vart ekki að vera neina ágjur nei, einmitt, ég held ég sé hættur að flurða til dæmis einmitt, ég veist það verður allt í lagi já, einmitt maður bara alveg, bara tárvotur hérna þetta var svo fallegt sko já, það var svolítið fallegt moment maður wow maður, hvað voru hérna já, einmitt, ég finn alltaf leiði til þess að gefast upp á hlutum færðu? Alltaf leiði til þess að gefast upp á hlutum já það svona minn slæmi á henni ég var bara með þetta að skrifa henni það svolítið góð, hvað segir maður? Góð setning, eða svona vel orðað já því að þetta svolítið satt sko þú veist, nei, ég er ekki að tala þú ég er að tala bara ég líka, skilur, bara manneskjan já, maður finnur svo mikið leið til þess að beila eða sleppa leiðilegum þú veist, pældi, oft erfiðasti hlutin til að gera er að vera góð við sjálfa þig einmitt, maður hvað það fallið ekki þú veist það er nú málið þú veist, það er það sem ég var að útskrifa fyrir þér þú veist þú verður alltaf að fókin góð fyrir sjálfa þig þú getur ekki gert þetta aftur sko þú verður alltaf þetta er ástæð þetta er fókin ástæð fyrir mig langar sem ekki að finna þig skilur finna þig fara inn í fokkin heimiðin og segja þú ætla að gefast upp hættu að vera vondu við sjálfa þig hættu já, bara hárið þú veist, ég hef ekki skipt orðið öðruvísi sko já, bara, þú veist bara guðan bænum, þú veist það sem þú ert eitthvað viðkvæmur í dag en aðra daga sko það er eitthvað svo rosalega mjúkur allar setningar bara sem er heyrir það er bara ákara en já, hérna ámaður oh my god já, þú veist, hérna oh shit ég ætti kannski að segja trigger warning undan svona setningum já þú veist, trigger warning að vera góð við sjálf og sig er eitt að erfið sem maður gerir það er nefnilega málið það er ekkert mál að vera góð við aðra það er ekkert mál en hérna að vera góð við sjálf og sig það, þú veist, nakkadrambið á manni sjálfum er oftast sko þingsta nakkadrambið að rífa í sko nefnilega og þú veist, og maður er bara eina sem maður er að gera í þessu lífi er að vera glaður já og hérna og hér erum við, einhvern veginn að reyna að gleðja alla, skilur við, gleðja með okkar tali en hver er að gleðja okkur? Já, það er nefnilega málið sko, þú veist, já, nei, þú veist, já, algjörlega, þú veist, það er líka bara, þú veist, hvenær? Það er líka trigger warning á að segja þetta, skilur, þetta er svolítið tári auga trúsi, sko, þú veist, hjá okkur. Það er nefnilega svolítið þannig, sko. Skilur við? Já, einmitt. Að vera alltaf í gír, sko. Já, en hvað er það máli með þessa 10.000 skref á dag? Veist hvað ég meina? Það er ekki bara pínu spes. 10.000 skref? Já, 10.000 skref. Já, sko, jú, mér finnst það. Ég held að ég sé að taka svona 1.000 skref á dag. Já, kannski, veist. Fá, ég næði ekki einu sinni, sko. Labbi í bílinn minn. Já. Labbi í vinnuna, sestu skrifborð. Einmitt. Vinn þar, labbi upp í mat, labbi tilbaka, labbi út í bíl, fer heim. Já. Þetta er eitthvað svona trend. Þetta er eitthvað sem byrjaði bara jólin eða eitthvað. Já. Þá byrjaði allir að kaupa svona labbiborð. Eða ekki hlaupabretti. Nei, ég sá það. Labbibretti. Já. Bara í stofu. Labbibretti. Já. Er til eitthvað lúðalegra? Þú veist, ég held að já, lúðalegra að vera við bara. Já, ok. Já, við sökkum
enginn ég er bara að meina, þú veist, ég er að tala bara ef þú ert að horfa á The Office og að labba. Já. Nei, mér finnst það ekki lúðalegt. Nei, ok. Af því að, þú veist, ég ætla að hafa varnagla á því, þú veist, það gæti verið ég. 13. maí, sko. Já, 13. maí, já. Ok, já, veistu, ég er svona ekki að meina að þetta sé eitthvað fáránlegt. Ég bara meina, mér finnst bara skrítið. Ég hef labbað inn á bróður minn og konun hans vera að þessu. Já. Og ég bara, þetta er virkilega spes. Já, þetta, þú veist, auðvitað er þetta skrítið. Að sjá einhvern gera þetta. Já. En þú veist, þú bara venst þessu. Ég fæ mig kaffibólla með bróður mínum. Já, og hann er að labba bara. Nei. Konan hans er að labba baka mig. Hún er að labba á bretti. Bakvið? Já, hún er í stofunni. Þar er hún að labba. Jú, það er mjög skrítið, sko. En ég virði það mjög mikið. Skrítin hefur. Og þau ná skrítin hefur. Stoppaðu labbið. Nei, þú veist, ég virði það samt, sko. Hún næri svo alltaf, held ég. 10.000, er það markmið hjá öllum þessum? Já, það er eitthvað svona þetta er eitthvað TikTok trend healthy habit dæmi að labba 10.000 skrif á dag og ég get alveg ímyndað mér að þetta sé alveg ógeðslega næs. Já. Þú veist, að vera alltaf á hreyfingu, einhvern veginn. Já. Hérna. Ég er sko bara, þú veist, ég er að áta sjálfa mig svo mikið hérna, hvað ég er ógeðslugur. Já. Þú veist. Það er svolítið slæmið þáttu fyrir okkur, sko. Já, af því að, sko, til dæmis, sem ég myndist á hérna, þú veist, frá því ég var barn og frá því ég var svona 20 og 23 ára. Já. Að þá var hann að réttur sem ég komið inn í þátt til Adams. Grænmetssósubrauðið. Einmitt, já. Það er hræðilegt. Þetta var bara réttur hjá mér, sko. Ég fekk mér þetta bara hverjum degi. Einmitt. Stundum upp í 4. Já, 4 á dag. Já, sem eru 8 brauðsneiðar. Sko. Þannig að, þú veist, já, ég hef alveg stigið ölduna, sko. Það er líka, mér finnst þess að fyndi þetta grænmetissósu dæmi. Hún er náttúrulega holl, sko. Það er ekkert eitthvað rosalega holl, sko. Mesta svona... good advertisement. Nei, þetta er náttúrulega ekkert þessu holt. Ég, sko, ef ég þyrfti að breyta lífstíl, þá þyrfti ég að hafa eitthvað svona sem er svona til að skipta út fyrir eitthvað annað. Já. Sem er svipagott, en hollari kostur. Veistu hvað ég meina? Já, ég held að við séum, þú veist, sko, ég var aðeins að pæla í þessu fyrir þáttinn. Ég held að við séum báðir í sömu gryfjunni. Við erum með slæma ávana. Já. Eða bad habits. Bad habit leads to lifetime. Já. Og það er sko, það er að þú veist, þú sest við tölvuna, farið í vöruna, farið kannski kaffibolla eða bjór. Þetta er með keðjuverkun af slæmum áunum, bara allt saman. Tæknilega séð. En þú veist, það er hægt að gera, pínu lifehack fyrir þig. Jú, ok. Það er að, þú veist, ef hún nærða að breyta bara einum hlut af þessum 4 hlutum, skilur við. Til dæmis, spila labbandi töluleik. Já. Þú stendur við borðið, þú ert að labba, en er samt í LOL. Með þessu labbibretti. Þannig. Það er virð, sko, en örgulega betra fyrir þig, sko. En þá getur þú réttlætt bjórinn. Já. Fattar þú? Við getum kannski keypt okkur 2 svona og verið bara saman, kannski. Takk þátt. Já, labbandi. Já. Einmitt. Vá! Þetta er eitthvað pæling, sko. Já. Sko, ég veit allan að mannst eftir hann var alltaf á Snapchat, ég held ég á Instagram í dag, ég mann það ekki, hann heiti Vargurinn. Já. Alltaf að minka. Já, vá, hvað var hann? Já, einmitt. Hann var einu svona alltaf að sína frá því þegar hann eftir svona minkadag. Já, hann var að taka skrefin. Já, bara 27 skref eða eitthvað. Einmitt. Þetta var bara eitthvað steipa. Já. Veist, og hann var að gera það bara daglega. Þannig að það þyrfti kannski að komast þið þangað eitthvað tíma. Já. Bara veiða að minka. En það er líka, þú veist, það er líka bara eins og með morgnana. Fá sér kaffi og lummu. Já. Sem svona slæmir á hann hjá okkur. Já. Við þurfum að breyta því. En alltaf fyrst sem ég gera á morgnana er að fá mér lummu, sko. Já, en fyrst sem ég gera á morgnana, það er að hugsa eitthvað jákvætt sjálfa. Skilur. Já. Bara, þú veist, horfa í speil og segja mér vantar knús, skilur. Viltu ríða sigga? Eitthvað svona. Vertu grúbjan þín. Hæ, Eyþór. Vágættur í góð orð. Hæ, Eyþór. Ég heiti Sigurður. Já. Má ég knúsa þig? Já. Má Jón ríða þig? Opbóðslega fallegur maður. Mikið er þetta fallegur. Eignastu þína grúbjur? Já. Góð hugmynd. Já, pínu samt dangerous area. Já. Gætir orðið pínu svona veikur að geði, kannski.
Já, en ég minna, hvað verst sem ég gerir sjálf með runga mér? Nei, skilur. Einmitt. Þú veist, njóta ásta með sjálf mér. Mér líður reyndar alltaf illa eftir það. Já, þú veist, það kannski efni fyrir annan þátt. Þú veist. Já, hérna, en við tökum alvöru heilsu þátt. Já. 13. maí. Ég væri til að fá þessa stelpu í þáttin. Já. Jón, ég ætla að sjáta þetta eins og enn. Já. Hún heitir Víóna Salome. Víóna Salome, já. Endilega ótt að hlusta. Já. Ólíklegt. Nei. Mér finnst mjög ólíklegt að hún sé að hlusta þennan. Það finnst mér ekki. Af öllum þáttum. Það finnst mér ekki. Sem hún getur hlusta á podcastafinu. Ef þú ert að hlusta á þetta. Já. Gerðu TikTok. Sanna það. Sanna það. Þú veist, þetta er bara standið sem stelpunar í. Já, sæll. Hún er bara í ruggluðu standi. Þú þangað í maí. Þú veist, hún er nánast með bara 8-pack. Já, fuck. Það verður ég er náttúrulega með 8-pack, sko. Já. 3 fellingar og brjóst. Herru, þetta var gaman. Í boði. Já. Happy Hydrate. Hotlista. Já, Colgate hotlista. Og Securitas. Sem er hotlista. Andleg hotlista. Já. Af því þú ert ekki stressað. Stressið minnkar. Kortisóli slakar. Þetta er ótrúlega. En já, við þurfum að fá til okkar hérna alvöru gefin svona mann í þessum efnum. 100%. Því að þú veist, ég veit ekki hvað kortisol þýðir. Ég veit ekki hvað góð fita þýðir. Já. Ég veit ekki hvað neitt af þessu þýðir. Nei. Hvað er avokado? Ég les ekki innihaldslýsingar. Ekki heldur. Ég bara borða. Já. Það er, ég veit hvað, ég mun aldrei vera þessi manneski sem er að lesa og innihaldslýsingar. Ok, ég ætla ekki að það. Hérna. Af því að, sko, ég væri líka til í að segja henni eitt rétt. Til dæmis bara núðlur. Já, hvað er í því? Já. Bara, er það gott fyrir mig? Nei, ég vill ekki opna þá umræðið samt, sko. Ég held að borða þetta daglega, sko. Ég held að það sé bara örgulega með því verða svo getur borða. Ég veit hann nefnilega. Þetta er bara eitthvað. Þetta er mest að svona ignorances bliss dæmi hjá mér. Bara látum myndum. Einfalt og gott. Einfalt og virkilega ódýrt og bara gott. Já, ódýrt. Já. En ég, hérna, fyrir næsta átt sendið á okkur á Vákvæði glaður. Ég ætla að vera í Ítalíu. Já, Eyþór verður í Ítalíu. Hérna, vonandi deyr ekki. Sorry, fyrir ekki. Vonandi ekki. Nei, já, sendið á okkur, á mig, hjálpið mér með næsta þátt. Mér vantar ráðgjöf varandi það hvernig ég stjórna pallborð sem er það. Já, og bara spurningar til dæmis. Já, bara, einmitt, svona, eru við með eitthvað svona mjög leiðandi spurningar. Já. Hérna, með líka komið eitthvað skrýtna spurningar. Það er bara, ég er ofn fyrir öllu. Já. En ok. Þú kannski ringir í mig FaceTime með eitthvað? Já, klálega. Þú á bakkanum. Já. Og júlunum. Já. Ég elska júlur. Já. Herru, hérna, takk fyrir að hlusta. Lífið heil. Júlur. Já, hættu þessu.